Já, komið sæl, sýnir Egils heilsa á þessum ágæta sunnudegi. Hér á eftir verða hjá okkur 2 þingmenn þeirra stjórnarflokka, tveimur af þeim flokku sem að keppast núna við að mynda ríkisstjórn. En við ætlum að byrja hérna á vettvangi dagsins. Það Helgi Seljan, rannsóknarblaðamaður. Já. María Sigrún Hilmarsdóttir, sjónvarpsfréttamaður og Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB. María Sigrún líka rannsóknarblaðamaður. Nei, hún fjallaði, það var hafnað. Já, hún verður alltaf rannsóknarblaðamaður í mínum hugum allavega. Takk fyrir það. Já, heyrðu, það rétt, þér var bara ítt út úr því. Já. Ekki tristið þess. En heyrðu, ef við finnum hvaða mál skildi bera hæst núna? Það stjórnarmyndinu, veintilega. Assad. Já, ég ætla að byrja á því. Nei, ég bara, mér dattaði í hug. Það er bara eitthvað svona. Af því það er ekkert að gerast, eða þessi stjórnarmyndun er einhvern veginn. En mjög fyndið að fylgjast með þessu, af því það er svona, þær eru rosa, hressar og er að baka saman vöfflur og virðist vera, já, mikið stuð hjá þeim og maður heyrir svo sem ekkert annað en svona flokkum þeirra en að það sé bara, þetta gangi, ágætlega, það sem af er. En svo er svona fullt af fólki sem að tengist þeim ekki neitt, svona út allt að svona, nei, þetta gengur aldrei, þetta verður alveg, allir meðalveg bara brjálaðir yfir tjaknum, þetta mun aldrei ganga og eitthvað svona. Þannig að það er svolítið áhugavert að fylgjast með þessu eins og verða anstæðingar eru náttúrulega eðlilega kannski að tala þetta niður eða að láta gera meira úr þessu. Ég held að ekki nema að sé láta plata sig svona mikið af þessum vöfflumyndum að þetta gangi. Talandi það, hvað 2013 þegar Sigmundur og Bjarni voru að mynda ríkisstjórnina, það fóru þeir í sumarbúst á Þingvöllum. Þau voru líka á Laugavatni. Já, þeir voru að baka, þeir bökuðu líka held ég. Já, Svandur Hólm var með, hún er fræg fyrir pönnukökurnar sína. Pönnukökurnar, já, hún auka hellur til þess að geta bakað á 2. Ég veit ekki hvort hún tók þær með sér til Ameríku, kannski. Strömbreyti með. Já, en heyrðu, höldum áfram með stjórnarmynduna. Mér finnst nú aldrei eins gaman í vinnunni eins og akkurat þegar það eru kosningar. Þú er búin að vera á vettvangi? Ég er búin að vera á vettvangi, já, og ég kom nú inn þannig að þetta var svolítið merkilegt að ég er búin að vera í burtu alveg í hálft ár og svo mæti ég þarna bara beint inn í þetta, kosningar og svo, það er aldrei eins mikið að gera á fréttastofu eins og þegar eru kosningar og líka þegar eru náttúruhamfarir og einhvern veginn þarna í nóvember kom bæði kosningarnar og eldgos og svo núna þessar stjórnarmyndina viðræður og þetta er mjög skemmtilegt og mér finnst óbáslega gaman að vera einhvern veginn svona nálægt þessu. Það er skemmtilegt að bara finna stemminguna, lesi í svipbrigðin og vera að finna, bara atmóið af þeim þegar þeir eru að labba inn og út og millir sem þeir tala við fjölmiðlafólk. Ég hef nokkra trúa að þær klárið þetta. Ég held að sé gríðarlegur vilji hjá þeim til þess að landa þessu. En ég held enga síður að þetta sé erfitt og við erum að hljóta núna að ganga út og bara hvað þær eru tilbúnar að slá mikið af sínum kröfum. Ég held að það sé nokkuð ljóst og það er örugglega mest þarna þegar kemur að þessum efnahagsmálum og mér ástæmið svolítið merkilt á 50-daginn, þá var ég þarna í vinnunni og þá voru þær að funda hann í Smiðju og það var svona völlur á þeim þannig morguninn og þær mættu þarna alveg með þandarbringur og þá voru þær að fara á fund með embættismönnum úr fjármálaráðuneytinu og það voru nú skólabröðum mínir úr hagfræðinni og ég veit að þetta er þegar svona mannskapur kemur inn, þá held ég að þetta er bara real talk, þarna hafa þær örugglega verið að reyna að átta sig á því hvað þær hafa stórt gólf til að dansa á og ég held að það hefði nú aldrei gert sér einhverja hugmyndur að þetta væri bara eitthvað eins og dansgólfi í Iðnó en ég held að það hefði kannski haft svona einhverja trú að getur verið að fara að dansa á myndaríkisstjórn á okkur svona meðalstóru stofugólfi. En ég held síðan eftir að funda þarna með þessum ráðgjöfum og þessum embættismönnum sem hafa náttúrulega bara ára reynslu af því að gera fjárlög að þá hafið þær bara að fatta, heyrðu, þetta er gestaklósett sem við höfum, og ég held að núna snýst þið bara hvort það komst alltaf fyrir inn á svo gestaklósti, en ég held samt að þetta muni takast vegna þess að ef þetta tekst ekki, þá held ég að við séum að fara að horfa fram á okkur stjórnarkreppu sem getur bara að vara hér vikum saman og jafnvel langt inn í nýja árið, því að þetta er bara leikjafræðilega mjög erfitt að púsla þessu einhvern veginn öðruvísi saman. Svo að
Já, ég hef svona trúað að klára þetta og ég hefði líka á tilfinninguna að þær tvær, Kristrún og Inga, séu búin að mynda þetta bandal og þær munu standa saman ef að þetta gengur ekki upp. Og þetta bara svona svolítið held ég eins og Viðreisn hafi gert með Bjartri framtíð þegar var myndur ríkisstjórnin þarna sem lifði síðan 9 mánuði. Áskamla hana. Já, ég held nú ekki, þetta var bara svona einhver meðganga en ég held að þetta muni takast hjá þeim sko. En svo líka bara fólk, að ég náttúrulega millega sem maður að taka sér viðtöl og vinna úr því þá maður bara stöðt að liggja svolítið í símanum og tala við fólk, þú veist, reyna átt að segja á, þú veist, það gerist svo ótrúlega margt bak við tjöldin þegar svona á sér stað. Þær segja þetta alltaf, þetta gengur vel og við erum bjartsýnar og við erum að fara að klára þetta en svo náttúrulega alveg, þú veist, fullt að gerast innan þessara flokka. Við getum rétt ímyndað eitthvað sko. Ekki sama hrifningin alls staðar. Nei, og ég held til dæmis að, þú veist, það eru auðvitað örugglega einhver hægri öfl sko inn í Viðreisn sem eru held ég ekkert svona rosalega hress með þetta, þú veist. En ég meina, heldur samt í alvörinni að þau séu sérstaklega eftir það sem að gerist núna í vikunni og allt það sem að þau séu, jafnvel þó að séu ykkur hægri öflar, að þau séu eitthvað svag fyrir því að fara að vinna með Sjálfstæðisflokknum. Nei, ég held nefnilega að þau gerir sér grein fyrir því að þarna líka, þú veist, einhver pólitískur ómöguleiki þeim megin, sko. Þú veist, en enga síður held ég að, sko, Þorgerður Katrín, hvernig sem þetta alls saman fer, þá hún í algjörri lykilstöð, því ég fæ ekki séð hvernig hægt að mynda nokkra ríkisstjórn upp úr þessum tölu eða úr þessu sem kom upp úr kjörkossunum öðruvísi að hún sé þarna með og það segir mér að hún sennilega getur sko, hún sennilega sú af þeim fremur sem svona þar minnst að slá af sínum kröfum. Þannig að þetta... Þá mitt velta maður aðeins fyrir sér sko með að við niðurstöðu kosningar núna ef að Viðreisn færi í meirihluta með Sjálfstæðisflokknum og myndi ábyggla því það bara að Viðreisn myndi þurrkast út næst eða það næst sko. Já, ég held að það sé nú sporin hljóta að vera farin að hræða sko þegar, þú veist, heilust þeirra tvís á sínum stjórnmálaflokkar dáið eftir að hafa setið í ríkisstjórnum til forystu Bjarna Benediktssonar. Það svolítið svona, það voru smá toxic. Já, þetta svona, þú veist, það var einhvers að sagði að það væri svo sofa í íspilni að vera með Sjálfstæðisflokknum og það líka alveg klárlega innan Sjálfstæðisflokksins bara fullt af fólki sem vill bara fara í stjórnaraðstöðu og það alveg fólk þar sem bara spennt fyrir því að vera grimmt í stjórnaraðstöðu og vinna fylgi tilbaka og svona, það alltaf kvarnast úr sem flokki báðar áttir að segja, þú veist, bæði til hægra og vinstri og margir sem skilgreina miðflokkin hægra megin við Sjálfstæðisflokkin og núna kannski ennþá meiri eftir að Sigríður Andersen fór þar yfir og svo kannski, þú veist, það Viðreisn sem þarna vinstra megin við og svo það líka þannig, þú veist, að þú veist, það ofta svona mikið verið að tala Bjarna Benediktsson og allt það, þá, sko, þetta búið að vera svolítið svona sérstakt, sko, því að hann náttúrulega á sínum formannsferli búin að missa 3 varaformenn og Þorgerður sem fer og stofnar annan flokk sem nú í lykilstöðu í stjórnarmyndun og svo er það Hanna Birna sem að bara hættir og hættir öllu pólitísku starfi og svo Óli Nordal sem lést. Svo að ég held að þetta sé búið að vera bara þessi tími yfir erfið og þetta líka búið að vera sennilega svona, þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn hefur svolítið reynt að, þú veist, vera allt fyrir alla og ég held að menn séu svona átt að segja á því að það ekki að ganga upp. Ég tók viðtal í vikunni síðustu viku og Vilhjálmur Egilsson, hann sagði það að 2013 að þá var tekin meðvituð ákvörðun það í Sjálfstæðisflokknum að ýta Evrópusinnunum út þegar við verið bara að skemma flokkin og ýtti þeim út og hann sagðist alltaf saknaði gamla Sjálfstæðisflokksins sem gat tíst sko hvoru tvekja en það væri bara ekki lengur til staðar, það bara þeir tóku þannig ákvörðun bara þetta. En það var náttúrulega líka mjög dramatískt þegar Vilhjálmur Egilsson, náttúrulega hann var leiddi þessa framtíðanemnd eða þessa uppgjörsnemnd sem að var síðan bara, var múin að leggja á sig tölverða vinnu uppneinn og ætlaði að fara í eitthvað uppgjör 2009 mætir á landsfundin og síðan bara skotin í hnakkan Davíð Oddssyni rétt á eftir, þannig að það markaði líka svona, þú veist, þá var komið svolítið lína í sandinn sko. En líka samt í svona pólitísku landslæði þegar alltaf fjölga stjórnmálaflokkunum sem gefa kosta sér, að þá veltir maður að segja, þú veist, verður þá ekki að gera þá kröfu á flokkana að það sé meiri breidd, þú veist, að það sé meiri málamiðlun innan stjórnmálaflokkana áður en að kemur svo að þessu mómenti, að því að, þú veist, ég meina við höfum alltaf séð það í stjórnarmyndunum vera með þetta býsna flókið. Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega líka, þú veist, það
þannig að gera alls konar fyrir alla, ég meina það hefur náttúrulega bara verið í orði en ekki borði, ég meina það fullt af fólki sem hefur fylgt Sjálfstæðisflokknum í áratugi sem að finnst hann bara hafa verið orðin bara allt og þröngur sérhagsmuna að vinna fyrir einhverja sérstaka sérhagsmuni, bara örfá fyrirtæki, örfá einstaklinga sem að ráða og hann sé bara orðin svona eins og hæð þarna í Borgartúninu í lobbyhöllinni og ég meina það með rétt eða röngu, þá það upplifun margra og ég meina bara fólk sem hefur verið í forystusveit Sjálfstæðisflokksins undanfarna áratugi, bara viðurkenni það, flokkurinn bara, það er bara orðið til eitthvað svona spís hann var miklu skveraðari skilur þannig og hvort sem að mönnum menn getur svo rifist það hvort hann hafi aktað þannig en ég meina það var mjög öflugt verkalýðsráðin í Sjálfstæðisflokknum og hann allavega spilaði leikinn skilur síðan náttúrulega og ég held að þetta sé náttúrulega svolítið kvótinn og varstaðan hann með réttu og röngu hefur það gefið þessa mynd ég held að sé margt til dæmis á síðasta kjörtímabili bara sem að veki líka spurningar, bæði það hvernig einhvern veginn flokkurinn hjólaði það að taka upp eitthvað þykkjuna í samtökum iðnaðar eins og samtökum atvinnulífsins út í samkeppniseftirliti og svona kallaði þetta rannsókn sem var farið í á samkeppniseftirlitinu bara að beiðni Borgartúnsins í einu tilteknu máli sem að kom síðan í ljós að var bara fullkomlega innistæðalaus krafa og það svona, ég held að það strjúki líka mörgum öfugt af því það þráttur allt hvað sem mönnum finnst stofnun eins og samkeppniseftirlitið að þá, ég meina þá ekki beint eins og það sé einhver kommunísk stofnun, ég meina hún að gæta hagsmuna fleiri gegn færri, það bara í eðli málsins það þannig og það hefur bara eru margir sem að eru í atvinnulífinu og eru í svona milli stórum fyrirtækjum og svona sem bara upplifa það sé ekkert verið að þjóna þeirra hagsmunum af eftirlitsinnaðinum. Nei, ekki endilega eftirlitsinnaðinum, já, auðvitað, því þrýstingurinn á eftirlitsinnaðinum sé ekki að þetta sé eitthvað svona óbúslegt bákn sem að og kannski, og þeir upplifa það þannig þessi milli stóru fyrirtæki, þessi litlu fyrirtæki að þegar verið að styrkja allt eftirlit þá beinist það fyrst og fremst og kostnaðurinn leggist á þessa litlu og meðalstóru það er alltaf þessi saga þegar heilbrigðisyfirvöld einhvers staðar ákveða það þarf að bæta við einum vask inn á alla veitingastæði. Þið getur rétt ímyndað ykkur hvort að það erfiðar að vera lítið veitingahús, eitthvað fjölskyldufyrirtæki að takast á við það eða fyrirtæki eins og McDonald's sem bæti bara við einum vask inn í einhvern veginn þetta tilbúna módel sitt og allt þetta. Það er bara svona dæmi og þess vegna eru líka margir fyrirtækjaeigendur sem að upplifa þannig að þeir standa fram fyrir því að vera mjög ójafnri samkeppni það er náttúrulega ekki eins og við séum markaðin eru allir litlir og þeir sjá líka bara ef að samtök atvinnulífsins og samtök iðnaðarins og allt þetta eru að skammast í eftirlitsstofnunum sem að gæta að samkeppni og því að menn geti keppt á þessu markaði sem á að vera markmiðið þá eru þeir ekkert lengur og svo séu þeir að stjórnmálaflokkur eru að taka undir þessa þykju og þá er þetta líka kvarnast úr því. Smári, er ekki með? Jú. Hvað er þið að ræða stjórnarmyndunina? Já. Stóramálið. Já, það hefur verið fréttir af þessu og myndir af þeim að koma saman og eins og eðlilegt er að þegar allir að leggja af stað að þá eru bara allir að vinka og skoðum góðs gengis og með svona stemmingin yfir í fréttunum, þannig ég tók að mér svipað og Helgi var að benda á að segja að þetta nú kannski ekki alveg komið í höfn. Það er náttúrulega þarna ég er svona fyrirfram við höfum bara verið að hugsa þetta kannski fyrir 2 vikum að þá að ná saman Viðreisn og Flokki fólksins er næstu því ómögulegt með að við kosningalofórð þessara flokka og þannig að það er og þá er þetta spurning ekki síður samfylkingarinnar og Flokks fólksins Nei, ég held að það sé bara og bara lofórðin sem að Flokku fólksins ef við tölum bara yfirlýsingarnar sem komið frá formannum þessari kosningabaráttu. Ég veit ekki margar stjórnmálaflokkar sem að hefðu einhvern veginn orðið dús með að skella því inn í stjórnarsáttmála. Ég held að hún Inga Sæland sé tilbúin að lúffa mjög mikið. Hún var strax byrjað að lúffa bara daginn eftir þegar komið saman Sjónvarpsráð. Já, samlaðir. Allt sem hún hefur litla sem hún hefur sagt og hún er líka, ég man ég er búin að hlera fólk hann inn að bóra þetta er náttúrulega svolítið líka
þú veist, eins og það hefur verið gagnrýnt að það sé ekki kannski mikill infrastruktúr í þessum flokki, menn að þau hafa ekkert verið að halda svona hvað það kallast landsfundi með eitthvað, það er ekki, þetta er bara svolítið hún og stjórnari sem er mikið og það eru kostir og gallar í því. Ég held til dæmis að einhverju leyti er það kostur þegar kemur á svona erfiðum viðræður því að hún þarf ekki kannski endilega að fara með allt inn í eitthvað risa bakland sem er svona eitthvað marglaga system sem að þarf að, þú veist, sætta alla á áður en hún fer aftur á næsta fund, þú veist, ég held hún geti en ég held að líka getur þetta verið eldfimt og erfitt og jafnvel þó svo að þeim takist að klára þetta þá verður þetta svolítið sko, þú veist, þegar hún kannski fer og það er myndað þessa ríkisstjórn og það er búið að slá ábúðslega af öllu saman svo byrjar, þú veist, tannhjólið og vélvirkið að rúlla, það má kannski ekkert mikið út að bregða, þú veist, að þá bara þú veist, það er eitt sem sagði, sko, já, það er erfitt ef landinu verið stjórnað með kökukepli Ingu Sæland og þetta er alveg svona, maður velti fyrir sér hvort að, þú veist, þetta eru kostur og gallar í þessu, að hafa svona lítinn infrastruktúr, það getur unnið með þér en svo getur það komið í bakið líka, þú veist. Þessi flokkur er náttúrulega bara one man show og það er auðvitað bara mjög sérstakt og Inga hefur náttúrulega fengið alveg ofboðslegt fríspil í allir umræðu og það komið svolítið óvart fyrir kosningarna núna því að það var vissuleiti líka 21 að þá lá alltaf í loftinu að, og sérstaklega var það staðfest með kosningunum 21 að Inga væri að fara að komast í stöðu til þess að fara mögulega inn í ríkisstjórn og þess vegna fannst mér ótrúlega eins og bara forystusætið og svona það sem að hún, sérstaklega sem hún er svona stíin ein út í viðtölum og svona að mér fannst ótrúlega lítið einhvern veginn sótt á hana með bæðivarandi, þú veist, yfirlýsingarinnar bæðivarandi svona, hvað ég segja track record flokksins að því það náttúrulega þau hafa líka verið gagnrýnt á stjórnaranstöðunni fyrir það að og Inga þá fyrir að hafa verið að leggja fram þingmál út í eitt sem að kannski lítil von til þess að og engin von til þess að fáist samþykkt þingsályktunartillögur sem að kosta jafnvel, þú veist, fleiri 100 milljarða eða hvað það er og svona verið að hoppa á mál en og svo er svolítið verið að hafa þau svolítið verið sökuð það verið að nota það gegn hinnum stjórnarandstöðuflokkunum og þar að leiðandi hefur orðið til svona smá þykja gagnvart þeim, af því að þau hafa verið sögð þetta var lýst á okkur svona kosningafundi, ég veit ekki hvort á fundinu sem við vorum á Gunnarsmáru daginn, að það væri nú ekki alveg sanngjarnt að þeim að láta eins og stjórnarandstaðan væri ekki með því það væri nú kannski ekki alveg svona kósir vinnubröð að vera alltaf að leggja fram einhverja tillögu og senda svo út og leggja hann inn á skrifstofu Alþingis en senda leið út fréttatilkynningu að flokkur fólksins eini flokkurinn sem sé að hugsa þetta mál og engin annar vil vera með og ég saknaði svolítið að það væri ekki farið og náttúrulega þessa staðreind, þú veist, ég meina það hefur ekki verið haldið landsfundur í 5 ár, hvernig heldur við verðum að ræða þetta ef þetta væri einhver annar stjórnmálaflokkur eða bara stéttarfélag eða hvað heldur sem hún getur gert samning en það á endanum þá ræðist þetta af þingstyrk og á fyrsta kjörtímabilinu þá leystist þingflokkur hennar upp og í öðru kjörtímabilinu þá var verið að ræða við einstaka þingmenn inn í flokknum að koma inn í eitthvað svona aðra ríkisstjórn og sem endaði með því að þeir fengu ekki að vera í framboði. Þannig að það er... tala Jakob og Tómas. Já, þannig að það er þeir sem að semja við Ingu hugsa náttúrulega það að þó að hún segi þetta og hún segist það að stjórn á þingflokknum að þá er það náttúrulega ekki þannig að þetta þarf að vera samkomulag sem að 10 manna þingflokkur setti sig við og þetta væri Þau væru með 36 þingmenn, þannig að það er svona ágætis meiri hluti, mega að missa svona 3 kannski fyrir borð, en það verður að halda og það fylgir því alltaf mikið læti. Þannig að ég myndi horfa á það að það er möguleika flokkana að þetta er eini möguleiki Kristrúnar án þess að vera með Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn. En varðandi þetta með flokk fólksins, ég meina áður, þingmennir sem voru þá í flokknum eða horfur á núna, maður velti fyrir sig forsporgildið það hvort að þú munir haldast innan flokksins og vera að hluta þessari stefnu sem er framlögð, þá er náttúrulega aðalmálega útrýma fátækt og myndir að halda Ragnar Þór, Ásthildur Lóa, Kolbrún og fleiri. Þú ert ekki ráð fyrir að hún náði því í gegn. Þá þarf hún að komast í gegnum Viðreisn og ég má aðeins fara yfir þetta. Þetta er eini séns Kristrúnar á þess að fara inn í líklega er annar kostur í lok, kannski í febrúar eða eitthvað, að mynda ríkisstjórn Viðreisnar, Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sem er ekki
ekki spennandi kostu fyrir Kristrúnu. Þetta eini möguleiki Flokks fólksins, því að ef henni tekst ekki að koma sínum kröfum í gegnum Viðreisn, að þá mun henni ekki ná að gera það betur í einsmanns meirihluta með Sjálfstæðisflokk og Miðflokki. Þó svo að þar séu flokkar sem að myndu vilja henda útlendingum út og eitthvað fleira sem að Inga hefur verið að tala alltaf þegar hún kemur að þeim málum, og hún vill virkja og hún að sömu leyti tekur undir eiginlega öll svona áherslumál Bjarna Benediktssonar, en það bara einsmanns meirihluti og ég held að hinir flokkarnir myndu ekki leggja í þannig ríkisstjórn með einsmanns meirihluta. Þannig að þessar tvær, þetta eini möguleiki þeirra, en Viðreisn hins vegar hefur bara miklu fleiri möguleika og þannig að hún eiginlega með bara myndi ég meta svona hálfgert neitunarvald þannig hún hefur ótrúlega sterkar stöðu, þannig hún getur eiginlega látið hinnar tvær eiginlega éta ofan þessi öll sín loforð og þá kemur bara hversu langt mun hún fara og þá myndi maður segja, myndi ekki Viðreisn vilja mynda þessa ríkisstjórn, það svona valkyrju ríkisstjórn og jákvæðni með þessu. Sko, hún þarf að hugsa líka hvernig hún ætlar að lifa út kjörtímabilið og ég veit ekki hvort að það sé klókt gagnvart kjósendum Viðreisnar eða þingflokknum og öðru slíku að taka þennan kosningasigur Viðreisnar og kassa honum inn á stórkostlegu uppstokkun á velferðarkerfinu á Íslandi. Sko, byrja, ef við tökum hitt svo að það að nefna hérna. Ég meina, við vorum að, þú veist... Þó ég og þú myndum taka ákvörðun, það var ekki vissum að Þorgerður myndi gera. Já, en ég meina, þó segjum svo að Viðreisn ætla að fara með Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum og þá væri svolítið gefið að Viðreisn myndi þurrkast út á þingi, annarkvort þetta 4 eða 8 ár, líklega. Nú erum við bara svona í svolítið svona dilgjum eða svona stórundráttum. Ég held líka bara heilt yfir að Viðreisn, að þetta mjög femínískur flokkur. Ég sé það ekki alveg að þau fari með Viðreisn, þau tala mjög sterkt fyrir málefnum hinsegin fólks. Já, Miðflokknum segja. Og hvað var hitt? Ef þau myndu ekki ná núna einhver niðurstöðu með Samfylkingu og þá væri það út af því að það myndi steita á Flokki fólksins, að þá heldur ekki möguleg myndun og ríkisstjórn sem væri með einhverjum öðrum heldur en Samfylkingu. Þú veist, það væri Viðreisn, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur sem að væri raunverulega besta niðurstaðan, hugsa ég huga margra sem inn í Viðreisn, þó að það sé ekki við þá sem í Samfylkingunni og mögulega heldur ekki þá sem í Sjálfstæðisflokknum sem vilja ekki vera með Samfylkingunni. En lykilatriði í þessu og ég ekki að segja að það sé eitthvað, en það gæti spilast þannig að það alveg klárt mál núna að tala við fólk bæði í Samfylkingunni og í Viðreisn og það náttúrulega liggur í svona hlutarins eðlika framsóknarmönnum þó þeir séu búin að stimpla sig út að það nánast ekkert traust á milli þeirra og núverandi formanns Sjálfstæðisflokksins, það liggur alveg fyrir. Það sem að gæti hins vegar gerst væri að Bjarni myndi allt í einu taka ákvörðun það núna, hann sér fram á það, hann bara að fara fyrir stjórnarandstöðu að óbreyttu, flokkurinn svona og svona, að gambíturinn sem að flokkurinn gæti komið með var að Bjarni myndi ákveða, ég ætla bara að hætta. Það myndi ekki gera það með Sjálfstæðisflokkurinn til að segja við Bjarni minn, þú ert hættur. Hvernig sem það væri, en það aldrei presenterað þannig. Þórdís kæmi inn, Þórdís líka búin að vera að marka sér stöðu núna og sér það að hún einhvern veginn farin að þú veist að sokka Hannes Hólmstein eins mikið og þú gerir varaformaður Sjálfstæðisflokksins varðandi Ísrael, varðandi sendiráðið í Moskvu og allt þetta. Þórdís held ég myndi virka fyrir miklu betur fyrir Samfylkinguna og Viðreisn. Þetta eitthvað svona, en sko þetta rosalega dýru verði keypt. Hvað ætla þá Viðreisn og Samfylking að bjóða Sjálfstæðisflokknum til að þetta nái saman? Það ansi held ég hár miðið þar sko. Já, að vissu leyti, en ég held sko að ekki uppstokkun í kvótamálum. Nei, ég meina, hún að fara að gerast? Nei, það bara svona hluti sem að Sjálfstæðisflokkurinn það ekki að fara að vera neinn uppstokkun. Ekki ingangu í Evrópubandalagið. Óbreytt stjórnarskrá. Já, býttu við, þau gætu samið það við Sjálfstæðisflokkin og Þórdís Kolbrún gæti sem sér alveg náði einhverju millilendingu það sem svona einhvern veginn að flokkurinn ætlaði aftur að ná einhverju svona, nú ég bara, þú veist, og að semja það að það mögulega við lok kjörtímabilsins eða þá þjóðaratkvæðagreiðsla í samræmi við það sem að flokkurinn lofaði 2013, skilur. Þá aftur farið í það. Við erum tilbúin í það. Þórdís gæti alveg, þú veist, að því að hún þarf líka einhvern veginn, ef hún tekur við, þá þarf hún líka að
að minnsta kosti þangað til kemur á landsfundi, þá þarf hún einhvern veginn að sýna það líka að hún sé ekki bara eitthvað svona nýr Bjarni, að því hún þarf einhvern veginn að marka sér, býtu hvernig ætlar hún að bregðast við. Bjarni búin að vera að standa í því að missa fylgið allan annan tíma og hann hefur haft þú veist, svona sitt módel. Hún þarf að sýna þá þú veist, mögulega að breikka faðminn eitthvað. Hún geti gert það með þessu. Það er eitt hvernig hún en þú veist heldur að það verði sátt það innan flokksins. Það er alls konar sögur sko fylkingar Já, en þess vegna held ég að hún þurfa að nýta tíman þá fram að áðurina, því að hún er náttúrulega bara varaformaður með þetta svolítið sjálfkrafin, að hún þarf þá bara að sýna líka bara og samfylkingin en hún verður að gera samfylkingin myndi leika sama leikinn og 2007 að við erum til í sjálfstæðarflokkin án Davíðs og við erum til í sjálfstæðarflokkin án Bjarna. Það breytir bara engu. Þetta er baklandi sem að var vesinn á síðast. Það er 200 fólki. Það er þingflokkurinn er samt breytur núna. Það er 200 fólki. Það er fólk sem kemur að svona bekk sem stendur á nýmálað. Það er fólk sem að potar í aðtók að það sé nýmálað og það er fólk sem gerir það ekki. Fólk sem potar í, það er helst í stjórnmálum. Þannig að það eru allir til í að pota í bekkin og aðtók að þau geti lifað af að vera með sjálfstæðarflokki. Og það er bara sýnir sagan. Því að þessi saga að það sé eins og svo á Ísbirni, hún kom í ljós sko bara fyrir meira 50 ára síðan. Síðan hvað var margir potað í málningunni eftir það? Ekki miskilja, ég meina komandi úr verko þá vil ég bara þverrpólitíska sátt alla skapaða hluti sko. En það sem að, þú veist, ef að við erum í einhver svona landslæði það sem er alltaf bara pendúllinn, að þú bara kýst öll hérna sem eru, þú veist, voru ekki síðast og svo aftur, þú veist, bara eftir, þú veist, hvað ætlum það að enda? Af því að vandinn okkar eru skortur á framtíðastefnu. Það sé ekki verið að fylgja málunum eftir. Ég held að við séum kannski stjórnmálamenn eru alveg bara það versta sem við getum kallað yfir. Ég held að við séum kannski, þú veist, í raun og veru, þú veist, ef þetta næst ekki saman hjá þessum valkyrjum, þá eins og ég segi, þá held ég að sé að fara að koma hérna stjórnarkreppa og ég held að það verði fyrir okkur svolítið eins og bara ógeðslega vondir timburmenn af einhverju svona uppbrotsfyllirí í íslenskum stjórnmálum. Þú veist, ég held þetta sé smá svona, þú veist, nú er bara fólk að fatta bara okkur þetta er búið að brotna upp, þetta er þessi fjórflokkur rústaðist, þú veist, það er bara búið að vera alls konar í gangi og ég held að þetta hafi líka mikið með það að gera bara áhrif, þú veist, samfélagsmiðla og fjölmiðlunar á lýðræði, þú veist, og við erum svona að læra, þú veist, öll þessi þjóðfélagsumræðin er allt annars konar eðlis en hún var og það er bara að vera mjög gott, það er mjög gott, en ég er að segja, ég held samt að við séum á svona, þú veist, þetta er svona eins og ég segi, ég held þessi bara timburmenn eftir svona fyllirí af einhver svona uppbroti í bara, já, fjölmiðlun og pólitísku litrófi á Íslandi. Síðast þegar var kosið það verður bara spurning hvað það verða langir og erfið. Síðast þegar var kosið mánaðamótin hérna nóvember og desember, það var 1979. Þá var myndur ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen 8. febrúar. Það var það ekki 21 líka? Það var kosið fyrir sko, en þá var svona löng, en þá var ekki myndur ríkisstjórn fyrir í janúar, sem kannski svipaðu tími, þannig það er ekki óðurlegt. Það er ein ríkisstjórn sem að mér finnst að við höfum að hafa í huga líka, að því við erum náttúrulega bara að leika okkur eins og það sé skák og þá verður að hafa í huga næstu leiki. Við erum bara svo Hallur Hallsson, Þorgerður og Kristrún og Ingar öll með næstu leiki haustnum líka þó þau séu sko heilar í viðræðunum. En það er hérna ein ríkisstjórn sem er Samfylking, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn. Já, þeir eru bara búin að skefa það út, sko. Sigurður Ingi bara kýrskýr með það að hann ætlar ekki að ég held að sé að menna það, sko. Ég held það líka og ég held að sé bara ofboðslega erfitt. Ég var nú senda á ríkisstjórnarfund hérna á föstudaginn og ég held að það sé bara frekar súr stemming þar, sko. Þú veist, maður bara skynjar það. Þú veist, Sigurður Ingi var náttúrulega síðustu dög kosningabaráttunar mikið svona sparka í sjálfstæðismennina og kenna þú veist, allt, sko, sem að miður fóru og ekki tókst, þú veist, og ég held að það sé alveg þú veist, þetta er heldur smá svona dæmi sem ég tók frá 79 það endaði með ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen og ég get alveg sagt ykkur það var enginn sem reiknaði með því eftir kosningar. En byrju, erum við í svona djúpri umræðum aðra mögulega stjórnarmyndanir af því að við erum búin að gefa okkur að þetta verði ekki. Nei, ég held að það verði. Ég er ekki það. Ég held að það kunni alveg málum. Ég óska þess bara. Ég held að þetta takist, sko. En svo er ég ekkert, þú veist, mjög vissum að þær ná að lenda þessu og klára allt tímabilið. Það er önnur saga, sko. En hvað er þessu ríkisstjórn, Sonja?
Ég meina, þú veist, það var alveg klárt að Viðreisn og Samfylkingi var alltaf fyrst og fremst að horfa á efnahagsmál og það snerist þessar kosningar, hvað sem okkur líkar að betur eða við Hallalaus fjármál. Já. Fjárlög. En þetta planum bæði, heilbrigðismálin og húsnæðismálin, hafður ykkur að trúa því að það var farið í mikið svona roadshow og greinleita Kristrún... Kristrún og Samfylkingin eru búin að, þú veist, það var þessi hringferð þarna á rauðu ljósi sem hún fór og það sem var fyrst og fremst að tala heilbrigðismál við fólk. Og ég meina það var hellingsvinna sem var lögð í og það var ákveðið, þú veist, að því að það var ákveðið þetta, Samfylkingin ætlaði ekki að gera þau mistök sem hún gerði síðast, sem var við allt öðru aðstæður, sem var að fara í ríkisstjórn og ætla að breyta öllu, heldur var hún ákveðin í bara það að leggja áherslu á heilbrigðismál, tilfærslu, hvað heitir þetta? Já, barnabætur þetta var svona og fyrst og fremst húsnæðismál, heilbrigðismál og samgöngur Samfó var samt bara með innuuppbyggingu tölu aldrei mikið tekjutilfærslur Nei, en það var það sem Jóhann Páll var alltaf að tala um í þinginu kannski að ruggla því eitthvað saman, en það var svona og þetta plan sem var kynnt í húsnæðismálum sem ég svo sem, þú veist, veit ekki sem var búið að, þú veist, liggja yfir og það var svona, þetta var lagð mikil áhersla að það væri búið að lagja fyrir hvernig þetta fjármagna þetta og allt þetta En sko málið staðan mjög þröng. Já, ég held samt að þetta verði bara skemmtileg krakkar. Mér langar að heyra hvað Sonja segir að því að hún kemur hérna og verður alltaf að grípa fram í Sonju. Hérna með linnulausar kröfur á stjórnvöld. Já, ég meina það okkar að vinna. Já, ég veit það. Hvað sérðu að Valkyrjustjórnin geti komið með handtekur? Já, ég meina ef við tökum aðeins bara efnahagsumræðan út fyrir sig að þeir verður nú búin að taka hana í drep og það verður líka að segjast eins og bara að verðbólga og vextir, þú veist, miðað við hagspár ef það ganga eftir að þá verður auðvitað ekki þetta ástand næstu 4 árin og þess að það þarf að fara að ræða eitthvað meira að kjöta inn á beinunum. Varandi heilbrigðismálin að þá sko Samfylkingin hefur alveg gefið vinki í þá átt að það er að leysa vandan með horfa til einkareksturs og Viðreisn hefur klárlega verið þar. Ég veit ekki alveg hvað Flokkur fólksins hefur sagt heilbrigðismál, ég man ekki alveg eftir að hafa heyrt það og við þetta í verkalýðshreyfingunni höfum áhyggjur af því að því að við höfum verið að fá erlenda sérfræðinga sem í mjög stuttu máli sýna bara fram á, þú veist, við vorum á sama stað við umræðinu fyrir einhverjum árum og aukin einkavæðing þýðir bara aukin ójöfnuður og hærri gjöld og allt þetta. En þú veist, það er spurning svona einmitt, hvaða málamælinn þau finna í því ef maður horfir á Flokk fólksins að þá er þetta, ef þú ætlar útrýma fátækt þá er þetta heilbrigðismál bara mjög stór hluti af því. Þannig að einhvers staðar þurfum við að mætast á miðju hvað það varðar. Húsnæðismálin, þú veist, það vel að búið að liggja fyrir plan í lengri tíma, það er bara þarf að framkvæma þetta plan. Og mér finnst svona, þú veist, bæði Samfylkingin og Viðreisn vera á þeim buxunum og ég meina Ragnar Þór kemur úr verkalýðshreyfingunni, þú veist, þannig að ég held að þetta sé ekkert. Kom með tillögu verkalýðshreyfingarinnar inn í Flokk fólksins með danska íbúðlánakerfi og fleira sem var unnið í ASÍ, svo ég held að það verður tíma að gilva. En fyrsta skref núna eru þetta ekki að auka eftirspurnina, sko. Þú veist, það er að tryggja framboðið. En enginn af þessu flokkum var með uppbygging og félagslegu húsnæði á vegum hins opinbera. Jú, var það ekki hluta þessu plani sem að Samfylkingin var að kynna? Já, bæði Samfylkingin og... Það gerist einhvern veginn innan markaðarins einhvern veginn og aðeins að efla Bjarg og Blæ. Og Flokkur fólksins, en sko, ég hef ekki áhyggjur að per se að þetta er líka bara eitthvað sem aðalega vinnumarkaðarins eru búin að koma sér saman og við verðum bara með okkar linnulausu kröfur áfram og bönkum upp á. Og ég held að geta alveg myndast konsensus hvað þarf að gera og þessi plön þar líka fyrir, ekki þessi samfóplani heldur plön allar sem hafa komið að þessu áður. Og svo eru þetta, þú veist, ég meina miðað við það að séu allir vinstriflokkarnir farnir út á þingi að þá auðvitað horfum maður næst á sko stöðu fólks og hópa samfélagsins. Flokkur fólksins talar um að útrýma fátækt og þó að hann sé ekki að nálgast það út frá femínískum forsendum að þá auðvitað er það femínist málefni að það er helst konur sem að búa við fátækt og einstæðar mæður. Og svo ef við horfum á Viðreisn að þá hefur bara verið mjög sterk í því, bæði femínisma og málefnum hinsegin fólks. Og Samfylkingi sömuleiðis, þannig að mér finnst þetta ekki fallegt nafn Valkyrjustjórn, ég var til í kvennastjórn þegar við erum undirbúa kvennar 2025, mér finnst þetta að hæfi að það veri bara konur í ríkisstjórn líka bara ég fæ að tæma óskalistan hérna. Það er ekki gott að vera með nafnið og svo gengur þetta ekki upp. Nei, nákvæmlega. Má ég aðeins koma inn? Ég held að það veri best að þessi flokkar kemur saman og myndi segja, heyrðu, auðvitað komum við með alls konar stefnu og það er bara þannig og fólk kaus okkur út á ýmsum ástæðum og það er bara þannig. Nú ætlum við að mynda stjórn og við ætlum að hlusta á almenning og við ætlum að gera það sem almenningur helst vill. En það gerir þetta ekki núna. Nei. Þau náttúrulega Samfylkingin og Viðreisn segja við erum búin í þeim undirbúningi, við erum búin að ferðast landið og við erum búin að hlusta og taka niður. Ég held að fjörðin. Ég held að umræðin í dag það hverðir eru forsætisráðherra.
Ég held að það sé bara alveg ljóst sko. Ég meina fyrir Kristrún talaði bara líka, sagði það líka bara fyrir kosningar, það væri ekkert fyrir henni og flokknum væri það ekkert sérstakt issue, alls ekki að vera með forsætisráðuneytið. Hún hefur sennilega stöðust af fjármálaráðuneytið. Ég held að þetta veri bara gaman krakkar, ég held bara, ég veist bara Inga Sæland bara skemmtin, hún hefur hann eldmá og maður sagt, það er bara sem ég er að segja, nú er ég bara að tala þetta bara sem svona, þú veist að því mér finnst það hressandi, auðvitað getur það verið líka hættulegt, en mér finnst það bara hressandi að þessi komi núna inn á svið, bara pólitíkur sem hefur svo opbóðslega ástríðu. Það er gaman að henni, hún er vitti, hún fer á flug og það er bara hressandi. Þetta er smá svona, mér stjórnmálin síðustu ára hafa orðið aðeins svona kerfislægri, það er minna stjórnmálumenn sem eru svona vitti og skemmtilegir og nota samlíkingar og eru sniðir í viðtölu. Ég man bara eftir þessu þú veist, í gamla dag þegar við varum með Davíð og Jón Baldvin og eitthvað svona, það var bara alltaf svona svolítið spennandi, en núna er það svona fyrir sig hvað fólk segir alltaf. En við þurfum ekki ræðumenn á Kallakvöld. Þetta er sammála Helga að Inga fái svolítið svona öðruvísi spil heldur en aðrir. Við nefndum þetta hvenær vorum við með Jakob Bjarnar þá voru svolítið að ræða þetta að hún er aldrei ynd eftir því, þú veist, Inga mín, hvernig ætlar þetta að ganga upp? Já. Og þá sagði hann, það er bara svo erfitt og það var eins og maður var að hlusta á Kasper talandi Sofíu Frænku, það væri bara ekki þetta að eiga við hana, þannig Ingu. Það er bara því munið eftir því þegar viðtalið var ekki Einar Þorstein sem tók viðtalið hana minni í Kastljósi og það var alveg svona eitthvað frækt að endinum. Mér fannst hann fara þar offari sko. Já, þér fannst Einar alltaf fara offari en ég meina Einar reyndi allavega og ég meina þið sáu trakteringarna sem hann fékk, ekki það að ég vorkenni honum það eitthvað og ég meina við eigum alveg að geta þola það en það verður samt, við verðum að og þá ekki bara við hana en það bara hefur virkað svo sterkt á mann vegna þess að það var svo augljóst í þessari kosningabaráttu að flokkurinn umfram marga aðra yrði svona framsóknarflokkurinn eftir þessar kosningar. Þannig að þess vegna hefði maður viljað að það væri, þú veist, bara nokkur mál fengin og hreint. Ég meina það er ekkert leyndamála, ég meina það hafa verið eitthvað svona deilur innan flokksins það hvernig, þú veist, varandi fjármálin og ekki það að ég sé hvað gefa það í skinn og það hefur verið misfæri með þau, en það hefur verið svona vegna þess að þessi valddreifing er svo lítil og þá er gagnsæðið eða minna heldur en það væri. Það er ekki snjallt að reka stjórnmálaflokka sem eitræður öllu, það bara er ekki snjallt. Það sem eitræður öllu, það bara er ekki snjallt. Ég meina, þú veist, við höfum reynsluna því að hún er ekkit falleg, sko. En það er búið að vera mikið á svona teknokratískum stjórnmálamönnum í bara langan tíma. Það hefur verið svona ekkit, það hefur ekki verið eins og ég segi, þú veist, það er þetta er ekki eins mikil blæbrigði í svona framkomu þessar fólks en svona kemur það kveður í svona nýjan tón og ég held og svo skulle ekki gleyma því þú veist bara að hún er eini stjórnmálamann sem stæði undir að vera með sko sérstakar sjónvarpsþátt sitcom þú veist, það er bara en ég held líka þú veist, við skulum ekki vanmeta embættismannakerfið, þú veist, það er bara fólkin í þessum ráðuneytum sem veit sínu viti og er virkilega, þú veist, að vinna sína vinnu vel og svona, svo eru þetta stefnumótunin í höndun ráðherrana, en það eru þetta eitthvað samtal þar, þú veist, ég held að það sé alveg að bóða upp á belt og axlabönd inn í kerfinu sko, einhverju leyti. Þannig að langar aðeins að taka undir sko með þennan punkt. Ef við lærum bara líka af amerísku stjórnmálum með öllum þessum straumum sem við fáum inn, þá allavega með greininguna þar, vestanhafs, að þá er þetta svolítið þetta. Fólk verða að hafa trú á leiðtogunum. Þú veist, að það sé framtíðavona. Þú veist, ég er svolítið að fara að taka þau, þó það hljómi popúlíst, en það er samt, ég er að fara að hinga með þið. Og ég held að snúist mikið hversu vel tekst þeim til að fá ráðuneytin sem þau taka sig til að vinna með sér. Það er held ég það getur orðið challenge sko. Það oft bara kemur í ljós á fyrsta degi eða fyrstu dögum sko. Og það eru dæmi ráðherra sem hafa verið í embættum eða verið með ráðuneyti og hafa bara hálfpartin og góstaðir skiljið. Ég meina Þorgerður Katrín lendi því síðast þegar hún var sjávarútvegsráðherra. Af ráðuneytismönnum eða af embættisfólki. Þá kemstu hvorki löndni strönd með nokkuð skapaðan vinnuna í daginn og Kristján Loftsson bara lappandi skrifstofu þar. Ég meina það eru forsvarsmenn LÍU sem þá var eða SFS voru með sko bílastæðakort til að komast og gátu lagt í ráðuneytisstæðin. Ég veit að þetta er ekki stóra málið en þetta lýsir svolítið hvernig þetta er allt saman og ég meina það er ennþá þannig skilur niður í bara nýbúið að breyta því í matvælaráðuneytinu sem það heitir núna
að menn voru hættir að leggja beingreiðslu til bænda beintin á kaupfélag Skagfirðinga. Pæli hvað þetta er galið. Þetta er bara svona eins og svipað eins og myndi bara leggja beintin á bónus barnabætur fólks eða eitthvað svona. Þetta er bannað til dæmis eins og hefur komið fram út af starfsmannalegum og það sem er þessum verbúðum. Það er bannað að leggja launin þín inn á hjá leigusalanum. En það er svona sambarlegt Það var bannað 1930 Líka bara var alls svona ráðherra nefndir á vegum stjórnvalda segja sem að var jafnvel bara að kaupfélag Skagfirðinga væri með tilminningar og maður er svo bara horfa á hópinn og bara hér er ráðuneyti aðalega vinnumarkað eða eitthvað álíka skiljið svona En þessi stæðsta fjármagnunarleið sem að Flokkur fólksins kynnti á móti útgjöldunum sem voru með var að skattleggja lífeyrissjóðsgreiðslur fyrirfram viðgjöldin Já, bara aldrei Ég held að sé enginn innan verkalýðshreyfingarinnar sem sammála því og ekki heldur Hún kom ekki meðan við vorum að hugsa hvað eftir að kjósa Hún kom út og ég meina við ræddum þetta og ASI og SA ákvaða að gera hana saman og við sem bara það er að bera í bakkafullan lækinn hvað sem er í öllum upplýsingum þannig að væri bara nóg að þau væri að skila því með mjög sterkum hætti náttúrulega langstærstu samtök launafólks á Íslandi En við erum alltaf búin að vera að taka massíft lán í framtíð, ekki lán, heldur bara stela frá framtíðinni með þessum séreignarsparnaði. Þannig er það ekki anskotast nóg, skilur? Og mér finnst það að fengi alveg ótrúlega litla umræðu. Við erum búin að moka peningum út úr þessum séreignarsparnaði fólks frá því bara hrun. Og leiðir til aukins ójöfnuðar. Já, að því það liggur alveg fyrir hvernig það dreifist. Þar fyrir utan náttúrulega er verið að gefa þetta er skattfrjálst eitthvað sem yrði á endanum skattlagt og ég hef aldrei séð tekið saman hversu miklar upphæðir framreiknaðar þetta yrðu fyrir innan hóp það hlýtur ykkur tryggingastarfræðingur að gera það bara hvað komandi kynslóðir þurfa að greiða mikinn auka skatt til þess að bæta upp fyrir þetta fáránlega lán eða rán sem við farið í. Ok, með móturöngin er einmitt þetta, þá ertu að fjárfesta í einn fasteign og stuð svolítið að fjárfesta í steypunni, en við höfum verið svolítið að móta þessu að því leitinu til að þarna ertu með einhverja aðgerð stjórnvalda sem að gagnast miklu betur tekju hærri sem nýtir þetta. Ef þá ekki frekar að horfa á kökuna og segja hvernig skiptu en þannig komið betur út gagnvart þeim hópum sem þurfa að því halda, en ekki vera að beina peningunum akkurat þanga, en það er náttúrulega vesinni þegar eitthvað svona er komið á, þá vill enginn missa það. Nei, það gefa fullan skattafslátt af þessu bara, er svolítið annað heldur en að leggja á þetta skatt sem að stóð alltaf til. Já, af því að svo er líka maður finnir alls konar straumar og stefnur núna í lífeyrismálu sem er alltaf til þess að svona hóla úr samtryggingarsjónarmiðinu eins og þetta með tilgreindu séreigna sem er líka bara til þess að setja inn á húsnæðis til viðbótaði séreignarsparnaðinn. Þannig að mjög margt sem einhvern veginn verður að fara að taka og búa til einhverja þá sameiginlega nálgun og sátt í staðinn fyrir að bara kemst einhvern veginn valda og það er plokkað úr og svo annar og úr öllum áttum Já, er ég að ræða eitthvað annað heldur þetta? Enginn síður til þess. Hvernig var þessar kosningar? Það var einn frétt í vikunni að Bjarni veitti hvalveiðileyfi til 5 ára. Já, það er mjög undarlegt mál. Tengdist nú kosningabaráttunni svolítið? Já, blessa barnið. Hann gerði þetta eftir kosningar. Já, ég meina það var líka þetta var lofórð sem að sonar Jóns Gunnarssonar var veitt svo að Jón Gunnarsson myndi ekki fara yfir í miðflokkinn og hann myndi taka sæti á lista Sjálfstæðisflokksins og styðja hann í kosningabaráttunni. Þetta var ekki bara spurning heldur líka eins og það verið bent á það að Jón myndi fara í miðflokkinn. Heldur er Jón, og menn með ekki gleyma því að bara áður en að Jón settist á þing, þá var Jón öflugur í þessu kragakjördæmi og var svona partur af svona rosa svona innan svona stórum hóp innan flokksins þar, svona inn í félaginu og hefur verið með rosa hóp með sér og það var líka það sem menn voru hræddir að jafnvel þó að hann myndi ekki fara í miðflokkinn að það ef hann myndi bara draga sig úr þá væri líka svolítið hætt á því að fólki sem að fylgdi honum myndi fara líka það að koma honum í þetta 5. sæti var þá til þess að hann var með, skilurðu? Það var nú inn í svona stund á kosninganótt. Þannig að fyrst til að byrja með. En ég held, þetta bara aftur, það sem við töluðum um daginn, við náttúrulega vorum, bara gaman að því, að við vorum sakaðir um landráð og ég veit ekki hvað fyrir að birta þessa frétt og ég meina allt í einu ákvað ríkislögreglustjóri að taka það upp í sjálfum sér daginn eftir að svona hef ég einhverja könnun á þessu máli, jafnvel þó að
eina ástæðan fyrir að ríkislögreglustjóri ætti að hefja könnun á þessu máli var til að athuga hvort að þetta veru brot gegn ríkinu, landráð og það vakti eiginlega enga sérstaka athygli. Sérstaklega þegar það er nýbúið að segja frá því að þegar að Yassan Tamimi var rekinn úr landi þá voru samskipti ríkislögreglustjóra bara nóttina við 3 einstaklinga. Það var forsætisráðherra, það var háskóla- og nýsköpunarráðherra sem hafði verið dómsmálaráðherra einu sinni áður og Jón Gunnarsson sem hafði verið dómsmálaráðherra einu sinni áður. Og þegar Jón og þau voru spurðaði af hverju voru það að ringja hana, við bara, þú veist, kannaðist við hana síðan ég var ráðherra og var með númerið hennar í símaskráni. Þetta vakti enga sérstaka athygli. Ætla menn að halda því fram að það hafi bara verið þá sjálfsbrottið hjá ríkislögreglustjóra, hann hafi ekki fengið neitt símtal eða neitt blikki aðdragandarum áður en hann ákvaða að fara einhvern veginn að henda öllu frá sér til að fara að hafa ykkur könnun á því þú veist, hvernig barnið var látið bladra af sér hann á þessu Edition hóteli, þú veist, þetta er bara Mér finnst það svona bara aðeins með þetta, þú veist, mér finnst pínlítið hérna, þú veist mann kannski sjá ekki alveg, finnst mér stundum sko skóginn fyrir trjánum að því að mér finnst aðeins skrítið að hérna það sé einhvern veginn hérna mér finnst ekkert óveld, hann er hérna Jón Gunnarsson er hérna inn í hérna matvælaráðuneytinu, það er ekkert óveld það pólitíkus að sé að vinna einhverjum stefnumálum flokkan sinna farfi inn í sín ráðuneytinu. Það er alveg gefið og hefur alltaf verið morgun ljóst að Jón Gunnarsson er fylgjandi hvalveiðum, það er bara hans pólitíska skoðun og síðan er hann bara að vinna þarna, ég meina það eru allir hérna ráðherrar allir hvað að reyna hérna koma sínum málum eitthvað, nei en hann er leiðu að sagt frá sem að Jónaldín orðin van hefur átt ekkert að fjalla þessi mál. Starfsstjórn er bara að afgreiða mál eins og eitthvað á færibandi, þú veist, þau eru bara að afgreiða eitthvað, þú veist, og mér finnst það svona aðeins líka hérna, ég meina Bjarni hefði alveg getað hérna veitt þetta leyfi hann allmest fyrir kosningarnar ykkur kannski tilraun til að reyna að ná heim einhverju af þessu fólki eins og var talað já, en síðan hann gerir það ekki, hann gerir það bara þegar búið að tellja upp úr korsunum, hann gerir þetta núna vegna þess að það búið að koma upp þetta plott. Já, en ég þú veist, ok, hversu mikið plott er það að hérna, hversu mikið plott ég meina þetta er bara hérna eitthvað að tala, þetta er pólitík. Það hefur aldrei að verið sótt hvalveiðileyfi svona snemma, nei, ég ætla bara að því að þú ert að halda þessu fram, það hefur aldrei verið sótt svona snemma hvalveiðileyfi, það var gert náttúrulega klálega að því þarna var VG ráð þegar hann farin út, þannig að það er ákveðið að henda inn leyfinu, senda Jón sérstaklega inn, hann fær að gera þetta, mögulega vegna þess að hann er síðan að fara að fá stuðning frá Kristjáni Vinnisinum til að fara að fá stöðu hjá Hvalá. Þetta er bara vitað, þú veist það er bara vitað þessi menn vildu gera þetta áður og ekki búin að segja frá þessu. Þetta er bara, þú veist, ég meina þess að hvalveiðar hafa verið þurr umræði hérna mánuðum saman og alltaf en ég er að segja, svo að klára það sem ég var að byrja að segja hérna áðan með skóginn og trén vegna að það er alveg, þú veist, mér finnst ekki það er ekkert, þú veist, það kostar eitthvað, svo njósnaka kostar eitthvað pening, sko. Það er einhver sem borgar fyrir þessa aðgerð. Já, og er það ekki, það er alveg eðlilegt að það skapist einhver umræðum það. Enginn að segja mikið umræðum. Þú veist, hérna, einhverjir eða einhver sem er tilbúin að borga erlendu njósnafyrirtæki fyrir svona aðgerð og þetta er ekkert smáræðis dýr aðgerð. Ég myndi alltaf halda bara verðmiðin væri, þú veist, 100 milljónir eða meira. Ég veit ekki það. Nei, ok, það er allavega, það er einhver sem borgar fyrir þetta og er ekki alveg eðlilegt að eftir svona þá skapist einhver umræðum það í samfélagi, það er bara heilbrigt og bara merkja þess að við sem af hverju er einhver að gera svona og kosta til þess peningum. Þannig að mér finnst ekkert skrítið að það sé eitthvað skoða. Það má alveg ræða, en ekki skoða. Það er af hverju ríkislögreglustjóri að gera það og af hverju er það ekki alveg skoða að þarna koma fram upplýsingar, vísbendingar það. Viljum við samfélag þar sem að fjársterkir aðilar geta borgað erlendum njósnafyrirtækjum 10 og 100 milljóna til að njósna fólk. Það er rosa klassískt dæmi að beina athyglinni annað. Það er bara, við búum í þannig samfélagi. Hvað heldur þetta sé í fyrsta skipti og hvað með þessi erlend njósnafyrirtæki það eru stórfyrirtæki á Íslandi sem hafa notað innlend njósnafyrirtæki Já, en er ekki alveg eðlilegt að þetta sé eitthvað að skoða, svo var nú ekki dúrsari rannsókn. En af hverju var það ákveðið að skoða þetta en ekki innlend dæmi sem við höfum haft? Nei, þetta eru tvö aðskilin mál. Það er bara eðlilegt að skoða allt. Ég er ekki að segja en þá líka þá að skoða upplýsingarna sem komið þarna fram einhver kaup sem náttúrulega heita bara þú veist, á góðri íslensku þá bara grunnum einhverja mútur. Ef stjórnmálamenn er að gera samninga
og það eru vísbendingar að stjórnmáli sé gera samninga að láta það ráða einhverjum stjórnsýslu ákvörðunum og einhverjum afgreiðslum og einhverjum tíma á því að fá hugsanlega eitthvað í staðinn, þá á það fyrst og fremst að vera ásaka. Það er bara grundvallar atriði. Menn getur svo velti fyrir sér einhverju mögulegri etikkum það hvernig upplýsingarnar eru fengnar. Stjórnmálamenn eru bara stjórnmálamenn. Nei, það er ekki alveg þannig. Nei, stjórnmálamenn þurfa bara að hýta gæðum, almanna gæðum gegn stuðningi. Það er bara fylgja lögum og reglum. En þeir hafa eitthvað svigrum til að beita sér pólitískt í alls konar málum. Þannig er pólitík. Já, en býtu, ef það er að gera það fyrir, ef það er eitthvað kaups. Hvað kaups voru þannig? Það fólst í því að það væri verið að hann væri að fara að gera þetta sérstaklega fyrir vin sinn, Kristján Loftsson, fyrir hagsmuni hans og að Kristján hefði tekið þátt í að borga fyrir hann einhver ferðalög erlendis, hann er náttúrulega Kristján er búin að styrkja hann frambóðin hans mikið og að það lægi hugsanlega svona í loftinu að Jón yrði starfsmaður og fengi einhverja stöðu hjá Hval. Já, það er náttúrulega ekkit eðlilegt við það. Nei, það er það sem ég er að segja. Já, algjörlega, en það er bara, allt þetta var skrítið og ég held líka að þetta hafi verið, mér finnst eðlilegt að þetta sé á báða bóa skoðað. Það er það sem ég er að segja þarna. Ég er að segja að það þarf að skoða þetta báðu megin. Þú veist, og mér finnst svona skrítið að mennum finnist bara eðlilegt að skoða aðra hliðina þeir ætla ekki líka að skoða hitt. Af því ég spyrir mig bara, hvar eru við stödd, þú veist, ef þetta verður það var eiginlega ekkert mál, þráttu þetta að vera í stórkostandi hnengsli. En það veiti leyfi til 5 ára fram yfir heilt kjörtímabil. Með það ekki aðeins svo mikið. Já, en hann líka í leið og fyrsta ári klárast, þá kemur bara nýtt. Það er alltaf 5 ár. Það er eilíða núns. En getur ekki nýr sjávarútvegsráðherra bara einhvern veginn tekið handbremsuna þarna og þú veist, þannig að... En ég hugsaði bara... Það er búin að fá leyfi og þetta afturkalla, þá veldur að skaða bótum og hlutu. En í þessu mómenti er hann þá ekki beinlínis að segja bara, heyrðu, ég er ekkert að fara í þessa ríkisstjórn, ég bara ætla að gera það sem ég sýnist. Eða þú veist, er það ekki mómentið? Jú, ég meina, þú veist, og auðvitað er hann þetta er náttúrulega smá, skiluru, og auðvitað geta menn sagt, það er engin rök fyrir því að banna hvalveiðar. Það er búið að, það er alveg klart mál, við erum ekki að fara, að valda einhverjum skaða á þessum stofni, það liggur fyrir. Það er mjög vafasamt að, svona, eins og hefur alltaf verið talað hættan á því að viðskipti utanríkisviðskipti okkar beri skaða af hvalveiðum, það hefur ekki ennþá sýnt sig að vera. Þannig að, svo ertu með aðra hagsmuni sem er ferðaþjónustan og þessi hvalaskoðun, það hefur verið að vissuleyti tekið tillit til þess og allt þetta. Þannig að í prinsipinu, eða þú veist, ef þú horfir á þetta bara þannig... Það er dýraverndurum sjónarmið sem þetta var stoppað síðan. Að sjálfsögðu, það er það sem er málið, en þau ein og sér virðast ekki með að við framkvæmdina að mista kosti síðast, hafa dugað til þess að banna þetta. En náttúrulega síðast snerist þetta náttúrulega líka það hneyksli var það, þú veist, þannig maður sem búin að vera að bíða spenntur eftir því að fara að veiða hvali, að þér virðist til þess að fara að veiða hvali í áratugi, hann kann síðan ekkert að drepa hvali. Þú veist, það vakti rosa athygli. Þeir voru einhvern veginn að skjóta á með einhverjum ódýrum baunabissum og þú veist, kveljandi þá í marga klukkutíma og hann er einhvern veginn búin að koma til móts við það. Já. Ég er með annan mál, Sonja. Það er virðing eða vanvirðing eða hvað að kalla þetta nýja stéttarfélag. Já, einmitt. Verður maður ekki aðeins að taka þetta saman ef einhver er ekki búin að vera að fylgjast með þessu. Að þetta var, nú hjálpar þú mér Gunnar Smári, fyrir svona ári síðan eða sirka, að þá eru samtök þeirra sem eiga veitingahús. Sveit. Já, að gera kröfur að vera að gera sérstakur kjarasamning við þau. Og svo eru þau farin að kljúa sig þá út úr SA og stofna í félag, samtök, sveit. Og núna er bæði Efling og ASÍ búið að benda á að þau raunverulega svona svipaðið sem með Play hafi fyrirtækjaeigendur eða veitingahúseigendur raunverulega stofnað stéttarfélag sem er náttúrulega bara eitthvað sem maður gerir ekki síðuðu samfélagi. Og gert kjarasamning þá eiginlega við sjálft sig sem að felur í sér þá lagari kjör heldur en kjarasamninga sem Efling myndi gera fyrir félagsfólk eða bara SA og ASÍ félögin saman. Þannig að ég bara styð þau heilshugar í þessari baráttu, Efling og ASÍ og önnur. Að þegar ef að þetta verður trendið, að það er alltaf atvinnurekendur að fara að stofna stéttarfélög,
að þá þetta eru bara kjörin að fara að versna. En var þetta ekki, að því þú varst talað lakari kjörin, menn ekki talað með þessi 10% lægri laun útborgað á hvað mánuðið eða eitthvað með við útreikningarna? Næstu í 60.000 krónum sem að fólk tapar og þá ekki talið inn sko að það eru veikari réttindi vegna veikinda og annað slíkt svona sem kannski svona alltaf flóknar í útreikningi en þetta bara það sem vantar í umslæðið. En svo skella þeir í fram að þessu 3% hærri Já, svo lækkar eitthvað ferðast í lækkandi en það er auðvitað að koma með Sagan er gömul, það er krafa frá veitingahúseigendum sem hafa verið að kvarta yfir því að þau séu opin á kvöldin og þá séu kvöldálag og séu helgarálag og þau hafa það bæði þetta sveitfélag og svo líka atvinnufélagið sem að Viljámsson hefur verið með sem að hafa verið að leggja það til við Eflingu að það verði hækkuð dagvinnan en hins vegar skert álagið þannig að það verður umverulega lægri ef þú ert að vaska upp á kvöldin að þá verður lægri laun en svo er svona ímyndin að ef þú ert að vinna ykkur öðru fyrirtæki á daginn að þá verður þau að hækka launin og þetta hefur bara ekki fengist til umræðu, ég veit ekki hvernig þið myndu taka svona tillögum ef að kemur ykkur til ykkar með þetta það er bara engin vilja að ræða þetta við þau og það enda með því að þeir upplifa það að þeir fá ekki stuðningas af þetta og ganga út úr þessu, stofna þessa sveit og reyna að fá viðurkennt að þeir séu geti ekki í samninga við Eflingu, það að félagsdómur hendir því einhvern veginn í burtu og þá fara þau því að stofna bara sitt eigi félag og semja við það. Mér svona svipað og við varum í uppvaskinu á Rók veitingastað og við myndum stofna bara veitingahúsa rekandafélagið og semja bara að við fengi bara 1 milljón á mánuði og koma svo að mæta til vinnu og þetta er bara eitthvað En vita menn hvað eru margir félagsmenn í þessum félagum? Ég var að reyna grúskefti, ég fann ekki neitt, ég veit ekki hvort það var langur listi af veitingastöðum sem er dávið sko. Það veit það enginn sko. Það er náttúrulega nefnir Rók en náttúrulega hún er í stjórn sveit en ég gæti ekki segja að aðri væri sko með eigin veitingastæði Nei, það var ekki barnið, það var eitthvað sem var tengdur henni en er ekki líka að það er kom Viðar Þorsteinsson sem vinnur í Eflingu hann rakti stjórnarfólkið í virðingu og það hafði allt tengst við starfandi veitingahús eða hafði reki veitingahús En þetta er óheila þróun ef þetta verður það er nú það verður eitthvað slagur þetta En er þetta silly vegna þess að Play gerði þetta og komst upp með þetta þráttur er mikil mótmæla ASI og ég sé ekki betur en að Play bara komst upp með Þeir útfæruðu þetta allavega þá þannig að þetta er einhvern veginn svolítið þetta virkar svona frekar náttúrulega auðvitað var þetta augljóst hjá Play þá var partur af viðskiptamódelinu þeir ætlaðu að ná niður starfsmannakostnaði þannig seldu þeir fjármögnurinn á félaginu fyrst en lífeyrissjóðu keyptu að sjálfsögðu þeir eru yfirleitt þeir sem að kaupa en í þessu tilfelli ég meina þá er framkvæmdin á þessu einhvern veginn svo slök og þau einhvern veginn greinilega þeir svo illa undirbúin undir það að svara fyrir þetta eins og þessi formaður sveit þarna sem kemur einhvern veginn og með einhvern svona frasa að mann ætla ekki að taka þátt í hvað ég man ekki hvað hann sagði slag innan Eflingar það var mjög einhvern veginn þannig að það er kannski einföldun en þetta verður svolítið hlægilegt fyrir vikið og þar að leiðandi einhvern veginn hljóta held ég að í því felist að menn séu sammála að þetta einhvern veginn ég veit ekki, mér finnst vera í Eflingar verkfallinu hvað fyrir 2 árum að þá var samþykktin í ríkisstjórn að auka völd ríkissáttasemjara þannig hann gæti raunverulega bara stoppa þetta verkfall og sjálfstæðisflokkurinn leggur fram 3-4 frumvörp á ári SA styður ekki þetta þú veist, ef maður skilur þetta rétt ég ætla ekki að færa þeim orðin þetta gerviverkalýsfélagið inn að Play Nei, en ég held eins og núna að þú veist, ef það næst að birta nöfnin á þessum veitingastöðum þá er þetta bara búið, þú veist, þetta er þannig ég held að samfélagið mun aldrei sætta sig við það að fara, að því raunverulega það sem er verið að gera er verið að segja að þú veist, að við ætlum bara að níðast á lægstlaunaðasta fólkinu fólki af erlendum uppruna og námsmönnum og ætlum að taka af þeim greiðslu sem það ættu með réttu sem við erum borgað í öllu samfélaginu átt að vinna á kvöldinu og helgar og fyrir eitthvað svona auka álag og þau fá bara minna orlof og veikindarétt og allan pakkan og ég held að sé enginn að fara að vera dúsuð það
það. Þannig að þetta verður ekkert mál Við leið að myndum segja eitthvað að RÚV kæmi allt í einu, þú veist, við værum að vinna þar eða, þú veist, heimildin eða hvað fjölmiðil sem og bara myndi allt í einu að nei, þetta blaðamannafélag bara þeir neita að semja við nýja félagið okkar, þannig að nú erum við bara búin að stofna nýtt stéttarfélag og þeir fá Dagvinnutíminn nær yfir 10 fréttirnar. Já, þannig að maður getur alveg bara, ef maður hugsar þetta svona, þá sér maður alveg hversu fáránlegt þetta og ég tala nú ekki ef þetta væri þannig að við værum, sem við erum ekki, svona þokkalegri stöðu til þess að þú veist, hafa allar upplýsingar, þú veist, aðgengi að bara upplýsingum og geta einhvern veginn verið full talandi og allt þetta á íslensku að þá væri þetta mjög erfitt fyrir okkur fyrir utan að við myndum ekki gera okkur grein fyrir því hvað þetta væri galið af því að þetta var bara það kemur einhver og lætur skrifa undir nýja ráðningarsamning og allt í einu fann bara kemur eitthvað nafn, eitthvað virðing og þú veist ekkert hvað það skilur Nei og svo líka bara þetta sækjum vinnu, vanta vinnu það bara að skrifa undir þetta eða ekkert Þetta les undir langa mikið smáletrið undirlega þar sko og þetta gert þannig að þeir sem eru ráðnir inn eru settir inn í virðingu en hinir eru Þetta er látið þess að til þess að minnka möguleikan á því að einhver kvarti og ég held að þetta hafi bara komist upp vegna þess að það var bara einhver sem var meðvitaður sem kom með þetta til eflingar. En ég held að veitingastæðirnir eða það var einhver útlendingur eftir því sem ég skilst sem hafði unnið í einhver tíma sem rekur augun í þetta hann alltaf inn að gera nýjan ráðningarsamning við hann að það kom inn einhver nýr eigandi að nafninu til og þá sér hann þetta og og hann fer í gamla stéttarfélagið sitt sem held í Efling og þannig Ég held að það sé mjög viðkvæmt líka bara gleym því ekki þú veist þessi geiri náttúrulega mikið til rekinu af fólki sem kemur erlendis frá og það fólk sem kannski búið að sætta sig við ýmislegt sem líðst annars staðar, þú veist, viljum við innlega það hér, þú veist. Búið að sætta sig við það sem við sættum okkur ekki. Já, og nú bara að vera að lækka rána, sko. Það verður bara að segja þess að hluti af uppbyggingu ferðaþjónustunnar ekki bara að hafa hagnaða eða tekjur af erlendu ferðamönnum, heldur að hafa tekjur af aðfluttu vinnuafli með því að vera að borga þeim, það er alltaf að koma upp dæmi, ég ekki að setja sér bara yfir ferðaþjónustuna, en þetta svo víða, þetta kannski 15% fyrirtækja sem eru bara okkur gráu svæði og við erum komið að byggja upp atvinnugrein sem að hluta til bara í því að blóðmjólka fólk sem að að koma hingað inn, leigja einhverjar verbúðir af þeim og taka af þeim háa húsaleigu fyrir eitthvað sem raunlega ekki hæft til útleigu. Þetta bara stórkostlegt vandamál í samfélaginu sem að verður að nýríkisstjórn verður að taka á. Það verður að gera það. Ég meina þetta má líka aldrei verða eitthvað svona við og þið, af því að fólk verður átt að sagði þó þessi fætt hér á landi og við bara búa ágætlega að þá ef þú nærð að nýða svona okkur ákveðnum hóp þá bara sunkar gólfið fyrir alla Þess vegna þetta samfélagslega mikilvægt. Því eins og þú sagðir, þetta eru útlendingar og þetta eru nemar. Þetta eru jobbin sem við vorum að vinna þegar við vorum í framhaldsskóla og eitthvað svona. Meina, standardin á að geta lækka fyrir þetta fólk. Það ekki eins og launin séu háinu svona. Það er bara líka svo hættulegt að það getur orðið til bara svona spilling í samfélaginu öllu. Það sem að kannski fólk sem á eitthvað smá pening ferð að leigja út og að okra okkur leigjendum og fólk að fá fólk til þess að þrífa heima hjá sér og borga eitthvað svart og langt undir og þetta bara, ég held að við höfum að taka þetta alvarlega. Það ekki gott þegar að samfélagið bara hægt og bítandi sunkar í einhvern veginn niður það sem svona einhver spill og misnótun bara almennt viðurkennd og betra að borga bara 3.000 kall fyrir hamborgaran í staðan fyrir 3.200 því að það verður að svína manninni sem að vaska upp. Það er bara líka konar sem við tala með eftirlitsiðnaðinn áðan að það til dæmis að gera mörgu að þið út að tala svona þessi heimaþrif og allt þetta hluti af því að þetta fólk sem hefur verið að vinna hjá þessum ESS og þessum fyrirtækjum fyrir skítalaun að þrífa inn í þessum fyrirtækjum og allt þetta sem eru oftar en ekki konur frá Austur-Evrópu til dæmis að ef þær vilja síðan slíta sér lausa þaðan og bara hefja sín eigin rekstur af því það nógur markaður fyrir þetta að þá einhvern veginn búið að koma þessu þannig fyrir það óslega erfitt fyrir þig að stofna, miklu erfiðara fyrir það að stofna fyrirtæki undir þig og fyrir samstarfskonuðina til þess að fara bara sjálfar að gera þetta heldur en fyrir eitthvað risa fyrirtæki eins og þetta ESS eða dagar eða hvað það þetta ójafnvægi sem það líka laga og það náttúrulega verður til þess að þú
einhvern veginn ég segi ekki að hrekja, en jú, það bara, þannig fer þetta í eitthvað svona svart hagkerfi og þar leiðandi bara eftir líka að verður þessi hópur bara útsettur. En ég líka, að þið vorst að tala samkeppniseftirlit áðan, ég meina bæði Viðreisn og Samfylkingin hafa lagt mikla áherslu á það að styrkja, þannig að ég líka vongóð hvað það var, sorry. Ég ætla bara, ég sá frétt núna að stelpa sem var talin fyrirmyndar Íslendingur og á þessu ári og svo núna er henni vísa á landi. Svo fjölskyldan henni sé hérna og systurinn er enda líkur landi en foreldrarnir eru hérna og við erum búin að dása hana fyrirmyndar Íslendingur og svo bara setna árinu þá hún er sýrlendingur eða ekki, eða þess að kemur þaðan og við erum að fara hendur þú veist, þetta er einhvern veginn ég veit ekki, en og svo þegar við erum farið að ræða þetta nú og þá kemur svarið, við þurfum að vera miklu við þurfum að stytta afgreiðslutímann miklu meira eins og það gagnrýni snúist það, við erum ekki löngu búin að henda inn úr landi, þú veist, þetta verður Það var kona líka frá Rússlandi, Viktoría Þórun, hún tekið sér upp nafnið Þórun, kom hingað 2018. Hún var sótt hérna í síðustu viku hérna og sett inn í Hverfisgötu í fangakeysluna og sendur landi með farsíma og einhverja, ég held að 5.000 kall íslenskar og er núna í Georgíu og bara götunar. Já, þetta er ekki og hún hafði gifst manni sem var á sakaskrá og einhvern veginn hafði íslensk stjórnvöld skilgreint þannig að þar með fengi hún ekki dvalarleyfi eða var ekki viðurkennt eitthvað, giftingin eða eitthvað. Þetta var ofbeldismaður og hún flúði frá honum. Og fólk sem hefur veitt henni skjól í 5 ár, hún hefur ekki fengið að vinna, ekki fengið dvalarleyfi eða atvinnuleyfi og einangrast mikið og þá bara allt í einu eru einhverjir löggumenn sendið með hana til Georgíu. Stundum ég bara alveg eftir að skilja. Fólki frá Venezuela sem var lyft að koma og senda þetta tilbaka. Það tók ég eftir í daginn að það voru einhverja tölur komnar á svona kreikum hlutfall erlendra ríkisborgara sem væru í fangelsi á Íslandi. Og það var einhverja vinda ofan af því þegar þessar tölur einhvern veginn allt í einu var bara, þú veist, fullt af útlendingum sem að fangelsi voru full af útlendingum á Íslandi. Þá kom allt í ljós að þá var verið að telja inn sem sagt hælisleitendur eða sem voru teknir og vistaðir í fangelsum því það, þú veist, er partur af þessu ferli. Það var að telja þá með inn í þessari tölur eins og brotamenn því að þú veist, það að framvísa fölsuðu vegabréfi er brot, þetta var alltaf umræðan á sín tíma, þannig en svo líka bara þetta þau eru geymd þarna áður en þau eru flutt út, þannig að þetta er ekki heldur til að hjálpa og þetta er náttúrulega alltaf og ég meina munabyggla líka aukast að þessi framtíðin en þá gleymist náttúrulega þessi kjarnaspurning sem er hvernig tekur á móti fólki hvaða möguleika á það bara til þess að, þú veist, fá mat og svo framvegis og hvaða braut leiðist það ef að möguleikarnir eru engir þú veist þannig að við getum ekki alltaf verið bara brjáli og sé bara hlaupa fullt af fólkin í landi og það sé bara gera svona og hins en hvað gerðu við? Það er alltaf að vera Tíminn okkar er farinn. Nú, þú sagðir áðan við getum bara að tala við þurfum að vera fram að nýta Já, en ekki djútsendingu Nei Helgi Seljan, María Sigrún og Sonja Ýr, þakka ykkur fyrir komuna og hér eftir er það nýkjörnir þingmenn. Vá, frábært. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.